Hundruð Íslendinga safnuðu saman á Austurvelli í dag til að krefjast þess að Davíð Oddsson víki úr stóli seðlabankastjóra. Nokkur hundruð manns kröfðust afsagnar Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra á fundi á Austurvelli í dag. Haukur aftur. Á 3.000 manns hafa skráð nafn sitt á síðu á netinu þar sem afsagnar Davíðs Oddssonar krafist og í dag var síðan haldið mótmælafundur á Austurvelli þar sem þeirri kröfur var fylgt eftir. Lögreglan giskaði á að 500 manns hafi verið á fundinum. Ýmsir tóku þar til máls, meðal annars Þráinn Bertelsson rithöfundur sem boðaði nýtt og betra þjóðfélag á rústum þess þjóðfélags sem nú og sagði að þá rynnu upp góðir dagar án Davíðs. Það ekki annað að sjá en að reiði fólks sé mikil og útbreidd því fjölmenni mætti hér á Austurvöll til að mótmæla stjórnvöldum með þá einkum Davíð Oddsssyni. Ábyrgðin hans? Ekki bara hans, líka undan bankastjórana í hinum þremur stóru bönkunum og fjármálaeftirliti sem hefur ekki gert sitt eftirliti í síðustu 10-15 ár. Hvað þessi menn verið að gera á fullu launum í 10-15 ár? Eiga þeir ekki að sjá og fara og fylgjast eftir að allt sé í lagi í peningamálunum og í fjármálum í þessum stóru bönkum og seðlabankunum og í stórum fyrirtækjum? Það ekki þeirra vinna? Mér finnst að komin tími til að eitthvað gerist, annað heldur en að komið daglegi fréttafundir sem segja einhverja innihaldslausar yfirlýsingar sem við almenningu skiljum ekki neitt í. Í lok fundarins var borin upp og samþykkt ályktun sem laut að því að Davíð Oddsson hætti sem bankastjóri Seðlabanka Íslands. Nýr fundur var boðaður á sama stað og sama tíma eftir viku. 500 manns mættu að mótmælafund á Austurvelli í dag og kröfðust þess að Davíð Oddsson, seðlabankastjóri, segði af sér. 500 manns hrópuðu Davíð burt á mótmælafundi á Austurvelli í dag. Fólki vill að Davíð Oddssyni, seðlabankastjóra, verði vikið frá störfum. Fjölmenni safnaði saman á Austurvelli og fallegt haustveðrið hefur líklega haft áhrif á fundasóknina. Síðustu viku hefur hópur safnast saman á Austurvelli eða við Seðlabankann hvern dag og krafist afsagnar seðlabankastjórnar. Davíð löngu búinn að fá sinn séns og ætti að sjá sóma sinn í því að segja þér strax. Davíð burt! Aðstandendur mótmælana hafa sett upp heimasíðuna nýirtímar.com og eru taldar þar upp í nokkrum liðum meintar ávirðingar Davíðs Oddssonar. Það ekki sniðugt að vera alltaf sem einn mann, ég tek því fram, en ég hef aldrei sagt Davíð að hann sé norn. Það verið að tala nornaveðar, við erum ekki á slíku, en við verðum að byrja einhvers staðar og tappinn virðist vera Davíð Oddsson í öllu. Og þá bara krafan þessi. Þannig að þetta ekkert einelti? Nei, síður en svo, alls ekki. Það hvergi til slíkur hugur. Í ráði að halda áfram fundahöldum að minnstakosti vikulega og segir Hörður stefnt að því að fá hálfa þjóðina til að mæta. Þetta tappinn í bakhærinu, við þurfum að tæma það. Það bara þannig. Feelings are running high in Iceland. More than 2,000 people, which is almost 1% of the island's entire population, turned out to call for the resignation of the head of the central bank. Their economy's been brought to the brink of collapse in the present crisis. The government's been forced to take control of 3 of the country's top banks, seek financial assistance from Russia, and abandon attempts to defend its currency. Around the world, thousands of people are wondering what will happen to investments they made in the country's now collapsed banks. Here in the capital, Reykjavik, demonstrators carried signs saying, "Where's our money? Who pawned my future?" and "Resign, idiot." One speaker criticised the case that the central bank governor, Davíð Oddsson, was a former prime minister and close ally of the current premier. It should not be possible in a developed democracy that the leader of the biggest political party would appoint himself as the head of the central bank without opposition from other political parties or the media. The island of 300,000 people is the most serious state victim of the global credit crunch.